setja inn svona skemmtilegt í þetta. Það var svolítið langt. Já, kæru hlustandi, það er 15 lóta sem heilsa okkur á dimmum mánudegi, veturinn gengir í garð og allt ætlar að verða pínu ömurlegt, veikind á staðnum og allt ömurlegt. Nei, maður. Herru, gott nefnilega mót helgina. Geggjað, vá hvað var gaman. Mjög. Bara hver einasti bardagi var bara algjör flugöldsýning og ég skemmti mig svo konunglega Já. á þessu bóksmóti, sko. Já. Það var alveg bara jólin, sko. Ég líka og þurfti því miður að setja hliðina á þér sem að mistir af fyrirmótinu en þú áttu svo mikið inni sko þannig að þú stóðst á garginu allan tíma og svo er þetta klassiska vandamál sem að við kynntumst í Núrberg það er þegar við erum báðir að tala og að reyna að lýsa en heyrum ekki í hver öðrum af því að það heyrir svo mikið í saman. Já, einmitt. Það er heyrir svo mikið bóða til strákunum maður djöfull eru bóða til góður að styðja sína menn. Já, pizza með double pepperoni í það maður þeir eru ekkert eðlilega peppaðir. Einmitt og Dagur Hringsson fanclub svakalegur hópur. Einmitt. Field of Play hvað? Það var bara að hún kom með allt bara eitthvað heilt entourage við hringinn. Einmitt. Virkilega skemmtilegt mót. En svo var það náttúrulega hún Hekla María Friðriksdóttir. Hún sigraði Nicole Vernon. Ég er svo ánægður að þetta var ekki bara eitthvað að söpp í fyrstulótu. Ég er svo ánægður að hún þurfti að hafa fyrir þessu. Já. Og þú veist, maður sá Hekla vann, svo sá maður einhver brot úr bardaganum. Gellan er bara góð að streika. Við vannmátum þess að Nicole Vernon alveg svakalega, sko. Já. Ég horfði bara svo gellu og ég bara Hekla er að fara stútinni. Sko á pósternum sem að UK Fighting Championship gaf út, þá er þetta bara hún bara lúkkar eins og eitthvað svona hún lúkkar ekki vígaleg nei, þetta er eitthvað svona áhugaðlega stópisti og full hart kannski en oft eru svona pósterar í amateur senunni þú veist, maður má ekki bara horfa á pósterana þú veist, eins og ég man það var einhver mynd af Mikka þegar hann var að fara að keppa og þú veist, gaurinn hefur ekki bara hleið þú veist, puftjöldur var stútað þessu lilla krakkar sko. En þú veist, maður má ekki alveg dæma ég held að sá gæi sem mætti Mikka á þeim degi hafi lært það, ok, ég má ekki vann með þetta gaura bara á myndinni, sko. Nei, en það er big no-no, sko, en ég sá myndina og ég bara, nei, Hekla er að fara að pakka þessari, en hún var ógeðslega góður strækjar og bara lét Heklu virkilega vinna fyrir þessu. Og líka bara með gott take-down defense, þú veist, ég hugsaði bara, ef Hekla kemst nálægt henni, þá er hún bara að fara í flugferð og þú veist, en hún var alveg þarna, þú veist, bara þurfti að vinna fyrir þessu í glíminu, hún náði kominni af sér eitthvað og þú veist, það var alveg bara þessu geggja Hekla að fengi 3 lótur móti góðum anstæðingi. Já. Þú veist, þetta er svo miklu betra heldur hún að bara fara út og smóka einhverja pulsu. Já, einmitt. Við erum hættir því en að fara út og reykja einhverja pulsur. Einmitt. Svo þar á ekki, næstu helgi er UFC að fara til Ástralíu. Já. Það er Carlos Ulberg á móti Dominic Reyes. Já. Við snertum aðeins á þessum bardaga. Í síðasta þætti. Já, einmitt. En ég hef ekkert skipt skoðun. Nei, þú ert Dominic Reyes. Já. Ég er ekki alveg búinn að ákveða mig. Ég held að mín skoðun eigi eftir að koma í ljós í þættinum þegar við svona delve deeper into it, sko. Já. En ég veit allan að annarkvort endar þetta snemma með rótteki frá Ulberg, fyrstu 2 lótunum, eða Dominic Reyes næra tegið út og vinnur þetta með reynslunni á decision. Já. En hann er sko, ég held að hann er með 3 í stuðul en á Coolbet. Þú veist að veðbankarnir er ekki að gefa neitt sjens þannig að ég as a betting man ég hlakka til að sjá hver stuðullin verður á decision fyrir Dominic Reyes fyrst það er bara 3 á mannileginu þá lítur maður alveg að fá okkar 5 með eitthvað fyrir decisionið sem ég tel bara mjög líklegt já þannig að 5 maður fá ekki 5 já, jú, 4-20 kannski já, bara, þú veist, alveg sannlegt en Carlos Ulberg verðandi heimmaðurinn hann er a strong favorite gaman að þessu ef ekki bara byrja aðeins á nefnileikamótinu jú það ekki bara, ef ég svona renna þess yfir þetta og geti, ég er ekki búinn að horfa á þetta aftur þannig að manna ekki eftir hverjum einasta bardaga þú mannst ekki eftir einasta bardaga ekki einasta. Jú, ég man eftir einhverjum bara, ég ætla að reyna að segja, sko, ég get ekki sko rifjað upp hvert einasta bardag. Nei. Þetta rennur svolítið saman í eitt gröð.
Við gerum okkar besta. Áður við hefum standar, þá ætlum ég minna á að þátturinn búið í Minigarsins, heimavelli barðaðíþrótta, eða stór fyrirbæri framundan og góðum tíma að vistanir sýndur Minigarnum. Síðast var það bara Hekla. Það var svona skyndi decision. Já. Við bara föttuðum ekki hvað þið sýnt snemma þarna í Breitlandi. Já. En hún var að stíga í bólið bara svona 3:30 sem var akkurat á milli allra fótboltaleikjanna. Já, bara fittaði perfectly. Já, bara Geggja slott. Næst verður það líklega einhverju Mjölnirstrákar. Ekki Lukas Renni að fara að berjast næstu helgi? Já, ég kom með því að það er bara næstu helgi, já. Ég held það. Next up erum Mjölnirstrákarnir. Já, það er 4. október. 4. október, þannig að það er ein helgi milli. Já, við verðum að reyna að sýna hann maður. Þetta verður í Slóveníu, þannig að þetta er bara á svipuðum tíma og við. Já, á sama tíma og þriðji dagur nefnileikamótsins verður haldið. Sem var alltaf í Hafnarfirði. Það var nóg að gera á mér þeim degi. Já, það var brjálægt að gera. Herru, og langar þeir bara að æfa barðaðíþróttir, það var Reykjavík MMA-svarið. Ný grunnnámskeið hvernig mánuði, allar upplýsingar inn á rvfkmma.is, það er reykjavíkmma.is. Dagt að skrifið og byrja að æfa Viðarhöfða 2. Nákvæmlega. Og er ekki ný námskeið að byrja núna? Jú, það væri svo. Bara í þessari viku eða eitthvað? Það var í september, ef ég þekki Reykjavík MMA rétt, þá væri ný námskeið 7. september. Það verður 7. október. Já. Og náttúrulega Aron Leo er að kenna þetta, þannig að það er ekki slæmt að fara hann og taka MMA grunnnámskeið með stærstu stjörninni í MMA. Já, fyrir utan Gunnar. Já, fyrir utan Gunnar. Hann er tekinn út fyrir sig alltaf. Já, það er svona að vera svona sérsamning, það er greiði Gunni, hann fær aldrei að vera með. Gaman að þessu. Herru, en við vorum náttúrulega seinir á ferð, því það var allt í rugli þennan dag. Það átti að byrja 1, en byrjaði svo skyndilega 3. Já, við breyttum þessu eitthvað, að leta okkur engin okkur vita. Nei, við sáum það bara auglýst bara. Já. Það var enginn enn í HNI, en hann sendi okkur memo, bara hey, by the way. Já, by the way, við erum búin að breyta öllu. Já, herru, það er alltaf, já, við erum búin að breyta öllu. En það var vist eitthvað, þurfti að fiffa til okkur dómara frá Akureyri. Já. Þannig að við gefum þeim, smá slakka fyrir það. Svo kom Heklu viðburðurinn sem við þurfum að setja upp og hann var ekki klukkan 4, eða ekki klukkan 5 eins og við höfum þetta vanlega. Hann var bara klukkan 2. Já. Þannig að, já, það var ruglingstafurinn mikli. Gaman að því. Herri, en fyrsti barndaginn sem við fengum, það var upprunalega Artem Gorshenin á móti Sibba, Sigurbergur Einar. Sibbi vann þann barndag, en ég sá hann ekki því miður. Við vorum svolítið bara að setja upp, en Sibbi var flott. Þetta byrjaði bara svona nokkuð jafnt, en Sibbi tók alveg yfir þegar leið á og hann átti geðveikt sterka þriðju lótu. Hann bara, hann var bara að hitta þungum klínhöggum í höfuðið á Artem í þriðju lótu, bara aftur. Bara stimplaði virkilega, setti punktinu við í þriðju lótinu, Það leit mjög vel út, Já, ég hef það bara trista þau fyrir því, en þeim mændast aftur á þriðja degi. Já. Þannig að ég var heiðurinn á því að missa því aftur. Nei, alveg, allt vonast þar. Það eru Ísak Logi Víver og Arnar Geir mættust í mínus 70 kg flokki 17 held ég. Þetta var svolítið svona skák. Það var tæknilegt og svona, þetta var ekki svona slöggfest. Nei. En það var svona tæknilegt og maður var skemmtilegt að fylgjast með þessu. Já. Og Arnar Geir vann aftur. Hann vann líka fyrir 2 vikum. Já, hann gerði það. Í Keflavík. Já, vissulega. Hann virðist aðeins vera með númer hjá honum. Arnar Geir bara virka voða svona fundamentally góður, solid, Já, mjög solid. Og það var svolítið erfitt að slá hann úr jafnvægi. Ísak Logi þurfti svona að koma sterkur inn í þriðlótu. Ég held að hann hefði fengið skilaboð hann hefði tapað fyrst 2 lótunum. Og hann þurfti svona virkilega að stimpla sig inn, ná 10-8, ná stoppage. Eitthvað, en ef þú verður desperate og reynir að sækja þetta of hart á móti Arnari Geir, þá lendur þú bara í góðri tækni. Hann lætur ekkert slást út af laginu. Mér minnir samt að svona mesta successi sem Ísak Logi náði var þegar hann bara svona einhvern veginn bara óð inn á mótunum og þú veist, aðeins svona sleppti að vera varkár og bara svolítið reyndi að gera það smá dirty og chaotic og þá náði hann svona smá success Já, en Arnar var alltaf góður að halda sér örugum Já, ég er sammála en þú veist, þú mátt ekki gera það smá dirty, mátt ekki gera það smá chaotic, þú verður að gera það full blown. Það var ekki Arnar Geir og Arnar Jaki sem er bara síðasta byggamóti. Arnar Jaki er náttúrulega bara einhver bardavél sem að, ég held að Arnar Geir sé mögulega tæknilegri en Arnar Jaki. En Arnar Jaki bara hugmynda super dirty,
super chaotic og ég ætla að þjarma þér allan tíman. Bara, þú veist, það er ekki 1 sekúnda þar sem að þú þarft ekki að vera bara tæknilega fluent allan tíman. Og það var leiðin til að vinna Arnar Geir. Mér langar að sjá þá bara aftur, sko. Já, hvað er Arnar Geir ekki núna? Er hann ekki ennþá niður í FBC bara að æfa? Jú, ég veit ekki okkur hann var ekki að keppa á þessu móti. Hann var nú bara að vinna í miðasölunni. Já. Ég er ekki viss hvort hann hafi verið eitthvað meiddur eða hvort það bara hafi ekki verið eitthvað matts eða eitthvað. Já, skilji. Hann er kannski gæðin sem að rukkaði mig fyrir kaffið. Já, örgulega. Gæti verið. Djúðvarinn hengslegar. Það rukkaði mig fyrir kaffið. Já, hvað er mál með það? Já, hvað? Þetta fer í ferðasjóðin hjá FBC-strákunum. Fokk ferðasjóðurinn. MMA-fréttir borgar ekki fyrir kaffi. Jú, ég borgaði fyrir kaffi. Og vínabrauð. Já, þannig að þegar þið fara út krakkarnir, þá... Það er það í bóðið MMA-frétta. Já. Fáum að setja logo og stuldunar. Já. Nákvæmlega. En ríkilega skemmtilegt, það var spurning hvort að þeir keppi aftur á 3. degi. Já, ég held að gera það alveg. Já. Með að við hvað þetta var sko flott box og ekkert eitthvað svona, það var enginn takk eitthvað svona óþarfa damage, þannig að sé enginn ástæða fyrir því að berjast ekki aftur. Nei, nákvæmlega. Þannig að bara flott reynsla. Fyrir alla involved, sko. Bara allir boxar á Íslandi reynir bara að berjast eins mikið við geti. 100%. Herri, mínu 65 kíló flokkur, Krishnu á móti Volodymyr Moskitjov, hnefileikafélagi Kópavogs á móti hnefileikafélagi Akranesar. Það var Volodymyr sem tók hana þessa viðrögn aftur. Það var rosalega góður. Já, Krishnu náttúrulega svona underdoginn. Já, mikil underdog. Hann átt svona smá success hér og þar, sko. Og einmitt svona þegar hann náði svolítið að gera þetta dirty, af því að Volodymyr er bara voðalega tæknilegur. Þú veist, hoppa bara svona inn, út, búm, þú veist, og einhvern veginn heldur sér alltaf safe. En þegar að Krishnu náði svona aðeins að, bara, þú veist, ná honum upp á köðlunum og bara svona unloada þess á hann, þú veist, það náði nokkur högg í gegn. En Volodymyr samt leiddi þetta allan tíman og þetta var svona aldrei hætti þó maður sá alveg svona glimpsis af einhverju góðu frá Chris líka, sko. Já. En náttúrulega, ég held að Volodymyr sé með aðeins meiri reynslu. Hann er tæknilega aðeins betri, sko. En, já, þá... Já, hann er bara tölvöld betri, með meiri reynslu. Já, getum alveg sagt það. Já, og mjög góður að koma inn og út svona eftir en engul. Já. Og það er svona erfitt að ná honum tilbaka, sko, þegar hann lærðir. En ég spáði því að Chrissy, já, hann lítur að kalla það Chrissy. Já, Chris. Chris. Ég ætla að segja Chrissy. K-Rizzy. Ég held, sko, ég spáði því að hann yrði betri í öðrum barnanum en hann var í fyrsta. Þegar svona first time jitterið komið hans út og svona. Og það er 100% hann sem gerist. Mér ást að hann meira samfærandi þarna. Og svona á heimavalli og svona pínu stífur. En, þú veist, ég heit svona aðeins berja til að byrja með og svo eiginlega svona sérðu í andlun á honum þegar hann ákveður svona, bara svona býta á munnstykkið og bara svona herða upp hugan og bara svona já, gerum þetta, eitthvað og þá, náðu nokkur högg í gegn náðu nokkur góðum höggum inn, sko og það var mjög gaman að sjá það, þannig að ég fíla alltaf underdoginn, sko og ég held að hann muni halda áfram bara að verða betri. Já, algjörlega. En, já, spurning hvort þið berjast aftur. Það hlýtur að vera maður. Þegar ég var mættið aftur í HFA, ég held að, það var engin önnur nýðustaf persónulega, sko. Nei. Þó að, það var svo mikil munur á Chris á fyrsta degi og þriðja degi, sko. Já, þetta verður alltaf uphill battle fyrir Chris, held ég, sko. Ég held að. Herru, í mínus 70 kíló flokki var það Kristján Eðvarsson á móti Sindri Þór Einarsinni. Sindri Þór fljótaði gang þarna með eitthvað setni gangan í Keflavíkinni en sama niðurstaða. Hann á svona 1,5 lótu af mjög flottu bóksi í sér. En svo einhvern veginn að svona, ég veit ekki hvort hann verði rattur eða sé bara mættur til að vera töff eða ég veit ekki hvað ég er nákvæmlega að segja, skiljum. Það svona eitthvað þarna, það svona eitthvað svona þyrfti eitthvað aðeins að slípa hann til. Varandi svona Mér fannst mögulega Sindri bara ekki gera nóg. Mér fannst Kristján duglegri bara að vinna en mér fannst svona þegar Sindri hitti það var meiri þyngd á bak við högginn og þau svona, þú veist, hann klokkaði hann kannski alveg, þú veist, nokkur sinnum með alveg svona, þú veist, wow momentin voru þegar Sindri lendi höggunum sínum. En svo var Kristján bara að lenda fleiri höggum á móti og bara, þú veist, point fightar til sigurs, fattar þau. Þannig að, já, Sindri þarf að vera vakandi fyrir því í næstu umferð, ekki bara frá fyrstu mínútu, bara vinna, kíla. Já, við erum með eitthvað svona smá í gangi, allan einhver hótun, einhver feint,
þannig að þó þú ætlar ekki að dundra, þannig að hún finnst mjög gaman að dundra kannilega, þó þú ætlar ekki að dundra, verður allan að djappa, færa aðeins inn út. Ég segi líka bara samt bara að byrja bara dundran strax, bara vaða í hann frá fyrstu mínútu, láta Kristján að bakka, af því að þú veist, þegar hann leiði Kristjáni bara svolítið svona, að bara þeir stóðu svolítið bara svona báðir í miðjunni, þá var Kristján bara svolítið að ná að bara, þú veist, klokka einn stig, fattur, ef hann myndi bara vaða í hann með þessi þungu högg sín, af því að Sindri kýlir fucking fast, sko. Já. Þú veist, ef hann myndi bara frá fyrstu mínútu bara keyra í hann og fá Kristján svolítið til að bakka og fá smá virðingu frá honum, sko. Alltaf hann geti alveg unnið hann, sko. Já, ég veist að það sé, alveg þetta var jafnbardagi og Kristján sé búinn að vinna báða, ég náttúrulega sá ekki fyrir, sko. En þú veist, þá var Kristján alltaf ekkert eitthvað að valta yfir hann, sko. Það var bara skemmtilegu bardagi, sko. En það var mjög skemmtilegu bardagi. En það var svona, skriptið á svona speiklað. Steindór Þór var seinni í gang í fyrsta bardaganum og fór mjög snemma í gang eins og einhvern veginn slöknaði á honum, fannst mér. Svona, það var svona steady output. En hrikalega skemmtilegu bardagi og bara, Kristján þannig að sé orðinn bikarmeistari. Já, einmitt. Og bara, og sko mánum bara til hamingju. Já, það svolítið, þú veist, já, Arnar Geir orðinn bikarmeistari, Volodymyr orðinn bikarmeistari og Kristján orðinn bikarmeistari. Já. 100%. Svo það Jæja Ghazali á móti Braga Freyr Eiríksssyni. Jæja vann það, en þetta var í mínus 80 kíló undir 17. Það var allir bara það sem við höfum talað hingað til eru undir 17. Það fyrst skipt sem ég sé Jæja Ghazali berjast. Nei, það ekki rétt þér. Þú sást hann á Icebox, sko. Já. Já. Ég held að hann opnaði síðast Icebox, minnum mig. Já. Nei, ekki síðast Icebox. Ég mista því. Á Iceboxi þar á hundan. Hann opnaði það var fyrsti fight hennas bara ever. Hann bara debutar, bara fyrsti barndagi hennas ever á Icebox. Ok, afsakið mig, Jæja. En hann búið með einhverja, hvort þetta hafi verið 50 barndagi hennas eitthvað. Og hann var úti þarna á mótinu í Lettlandi. Og mætti þar bara einhvern gaur með minnir að gaurinn hans hafi verið með einhvern 90 bardaga mögulega landsmeistari frá einhverju landi þarna í Austur-Evrópu, sko. Þannig að hann hefur fengið einhver geggjaða reynslu af því og þú veist, ég er alltaf búinn að vera að æfa eitthvað með honum en hef ekki verið að æfa með honum núna í alveg þó nokkra mánuði og það bara þvílíkar breytingar á honum og sko maður sér það líka bara, þú veist, hann bara komin í geggjað form, þú veist og bara sjá hann þarna, hann eiginlega bara, þú veist, bara svolítið valtaði yfir Bragafrey. Já. Þú veist, það leit aldrei út fyrir einhvern veginn að Bragafrey væri farin að vinna sinni í þetta og bara, kýldi hann svo fast og hann var alltaf einhvern veginn bara bakkandi undan honum og þú veist, hann bara svo solid framistæða, bara alla lótuna til Jæja. Já, ég man ekki eftir því að Jæja hafi endilega svona valtaði hann var meira samfærandi, en með það aðeins síja á Jæja í þriðjuróðu. Já, kannski. Og Bragi Freyr aðeins gæti svona unnið sig. Já, ég vil kannski ekki segja hann að valta yfir hann, en mér fannst bara svona hann byrjaði þetta sterkt og hann, þú veist, Bragi Freyr náði aldrei einhvern veginn að jafna það sem hann var að gera. Nei. Þannig að þú veist, mér fannst hann taka alla lóturnar bara að einhvern veginn vera með þetta frá fyrstu mínútu, samt ekkert að veist, hann var ekkert eitthvað að buffa hann, sko. Nei. En bara solid sigur, gaf hann alla lóturnar, ógeðslega flottur. Mjög flottur. Stílíka framfæri sem hann búinn að sýna núna. Heldur betur. Þannig að en þeir mætast á aftur til að skera út hver verður bikarmeistari. Já, einmitt, svo var annar strákur í þeirra flokki, en þeir börðust ekki í Keflavík, sá bara þetta út. Þannig að þessi Guðmundur Máni frá HVR, hann hefur vendilega bara dregið sig úr mótinu, eða hvað? Já, það er spurning nákvæmlega hvað gerist þar. Ekki alveg með það hreinu. Herru, mínus 65 kílóflokkur, Carles Belenguer á móti Seyam Omar. Já, hérna eru komin í Elite. Já, hérna eru komin í Elite, en Seyam Omar vann þessa viðrögn líka og orðinn bikarmeistari. Ótrúlega framfarir hjá honum. Og vinstri krókurinn hans money. Já, og hægra uppöki, þú veist, þegar hann kemst inn í pocketið, sko. Já. Tekur hægra uppöki vinstri krók, þú veist, þetta kombo var alveg að virka ógeðslega vel hjá honum, sko. Bara þvílíkt, ég held að hann hafi komið mest á óvart af öllum. Já. Og þú veist, hann var mjög flottur líka, Kalles. Hann svona svolítið lágt niður með hendurna, kannski svona smá MMA stíl eins og maður sé stundum frá þessum mjölnistrákum, sko. Já, já. Á móti meira bara svona solid hreinræktuðum boxara. Já.
En já, ég held að Carles sé hreinlega þau bóksari, en hann aðeins með eitthvað svona stíl, sko. Hann með eitthvað svona spænskan stíl eða eitthvað svona, smá svona, það svona showboating, kannski smá eitthvað svona, það svona stælar í honum. Það stælar í honum. Já. Sem það verður vandræðilegt að þú átt ekki fyrir því, sko. Eins og þannig, það bara, ég hefði meira viljað fá frá hann, skilur bara gott, tight box og í staðan fyrir að vera niður með hendunar og gera svona, því hann byrja voðalega svona léttur á fótunum og svona, en svo þegar búið að ná hann nokkru sinnum, þá verður hann svolítið flatur, þá þetta ekki... Hann var líka svolítið að leiða með hausnum og ég var eitthvað, wow, skölluðið saman, eitthvað svona síndist að ég var ekki alveg vissum og ég bara svona, þú veist, maður sá alveg í hvað stemdi, sko, hvernig hann var alltaf að koma inn og sérstaklega svo var hann að skipta stöður og þú veist, fara í southpaw og leiða með hausnum, þú veist, þetta býður svolítið upp á menn skalli hvernig annan, sko. Já, sem þið gerðu. Sem gerðu alveg nokkur sinnum, sko. Og eitt skipti náttúrulega bara dettur Carles sjálfur niður við það, sko. Já, og þetta skella saman illa, sko. Ég held að hann færi út úr búrinu, sko, út úr hringnum sig. En það var alveg það slæmt, sko. Þannig að, en flottur sigur hjá Sejam, sko. Já, sem þá orðin byggamestari. Já, byggamestari, eins og ég segi. Já, þú veist. Þarf ekki að leiðrétta mig hérna, það er ekki að leiðrétta þessum bæ, sko. Þannig því líka framfæri hjá honum, bara mjög spenntur fyrir honum, ég langar að sjá hann á Icebox. Já, en þetta sko, þetta uppercut, vinstri krókur combo, money, og ég fíla við Sejam, sko, hvað hann nær mikið til fjarlægð inn í högginn, sko. Það er erfitt að vera sloppy og ef þú ætti að vera láttum þér hendunar og ætti að treysta á distansinni, Sejam lokar svo mikið til fjarlægð þegar hann slær og þessi þristir sem hann lendir oftast bump 3, sko. Hann að loka mikið til fjarlægð þannig að bara, hann orðinn ógeðslega flott að búsa Herru, við fengum svo langþráðan barða þegar Noel Freyr Ragnarsson mætti Viktor Sovika í -70 Sko, var Noel Freyr búinn að vaxa með einhverja sentimetra? Hann var í fyrsta lagi bara massaðasti að útgáfa af Noel Freyr sem ég séð hann tók alveg eftir því, hann búinn að vera í gyminu en mér fannst líka bara að hann var 2 centimetrar stærri heldur en þegar ég sá hann seinast það ekki? Mér fannst það, hann stærri en hann var þegar ég sá hann fyrir nokkrum mánuðum, sko. Mér fannst það bara stærri, lengri, sneggri og bara fuck, sko, formið á þessu gæði þú sást það bara, sko, bara í vöðvunum hans bara í bísnum, að hann búinn að vera í gyminu og hann hefur aldrei lítið svona vel út. Nei, einmitt. Bara mothers lock up your daughters. Já, það eitthvað búið að gerast núna síðustu mánuði, greinilega. Já, sem að fyndi, sko, því við höfum bara Viktor Sovika, bara Nikita segir þessi bara upp tvö level, bla bla, sama bara Noel og hraðan í honum, og bara, wow. Ég sá einhverju búatílmenn voru eitthvað ósáttir með dómarana í þessum. Já, ég held að það hefur örugglega bara verið Nick sem var eitthvað hristað í sinni dómarunum, sko. Það gæti verið. Þetta var alltaf bara hnífjamt og það var geggjað bara það, sko. En ég var samt að hallast á Noel, sko. Fannst það sanngjarnt. Já, mér fannst það, já, ég þarf að sammála því, sko. Ég veit að, já, Bóðatýr og Nikita, þeir voru eitthvað ósáttir með niðurstöðuna. Þeir kannski pínu litaðir. Ég held að það hefði haldið með bláa hálfnu. En mér finnst það bara sanngjarnt og þeir mætast aftur á degi 3 og bara let's see fireworks, sko. Þetta svona svolítið svona eins og með tannum, skilju, ég veist, bara ekki bara gaman að þeir séu að bara mætast trekk í trekk og peppa hvern annan og þú veist, competition makes you stronger. Nákvæmlega, já. Að því að þú veist, það verður bara eitthvað svona geðvett friendly beef bara, þú veist, sem fer bara on and on og þeir bara berjast hvern annan og hver einasta Íslandsmeistaramóti og byggamóti næsta ár fara í báði prófið sér gæðar. Já. Fyrir mér þetta eiginlega bara, þú veist, tveir mest spennandi svona amateur boxarnir sem maður sé fyrir er going pro. Þú veist, náttúrulega, Emin er gone pro, Colin náttúrulega lengur pro, en svona, þú veist, næstu gæjar í nefalegum á Íslandi, þetta eru þeir tveir, sko. Þú veist, þetta eru svona þeir tveir sem maður hefur svona vita hvað stefnir í, sko. Þú veist, það er próferill að þess að þú. Já, próferill, allavega, þú veist, stefna á Ólympíuleikana eða eitthvað. Já. En, þú veist, mér er bara spenntur, þú veist, Davíð Rúnar hlýtur að taka Noel Freyr inn í landsliðið og fara með hann á NM. Já, hann er alltaf búinn að sækja 1 silfur á NM. Já, en það var ekki þessi Noel. Nei. Þetta er einhver grown man, big man ting Noel Freyr. En á sama tíma, þetta er elite flokkur, hann gerði það í
U-flokki eða ekki síðast. Jú, undir 19 sko. Já, það verður miklu harðari competition á næsta NM fyrir Noel sko. En þetta Noel sem þessi Noel á 4 levelum. Já, þessi Noel getur bara alveg heimsmeistari sko. Slaka á. Nei, okkur ekki. Hann þarf svona 4-8 leveli viðbót, skilur, til að vera heimsmeistari. Já, hann er réttir leið allavega. Já, hann er réttir leið. En þetta allavega, þú veist, þetta top Noel. Ég vil meira svona Noel. Já, mitt. Og ekki til að eitthvað rigna yfir Viktor Sovika. Nei. Ég meina, hann var alveg flottur líka, þú veist, þetta var bara geggjaði bardagi og þú veist, Viktor átti alveg sín moment líka og bara, þú veist, bara, já, maður hefði alveg skilað að einhver dómar hefði gefið Viktor þetta, þú veist, annað eins og maður nú alveg séð. Já, 100%. Herru, ógeðslega spenntur fyrir degi 3 og ég bara, ég ætla að sjá hann bara daglega. Herru, Jón Ólafur Haraldsson á móti Símoni Kristjánsinni, það er í -75 kg flokki. Jón Ólafur frá Hnefileikafélagi Þórs á móti Símoni frá Hnefileikafélagi Kópavogs. Þetta var þrjusu fætt. Já. Og Símoni mitt svona, núna langar aftur að ég sé að segja að ég sé að horfa á hann berjast fyrst skipti. Það var fyrstu fættin hans. Já, þetta var fyrstu fættin hans. Ok. Þeir endaðu báðið með blóðansir, er það ekki? Jú. Einhvern veginn minni með það. Það var... Já, þessi bardaga var stöðuðar, var það ekki? Nei. Fór hún allavega? Já. Já, ok. Lótan kláraðist þegar það var talning yfir minni með Símoni. Já, og svo fóru ekkert aftur saman, svo var bara Lótan búin. Já, ok, fyrirgefið. Já, þeir eru fyrirgefið, en ekki láta koma fyrir aftur. Nei, ég passa mig á því. Jón Ólafur vinnur þessu lótu, vinnur bardagan. Ég man einhvert að Símon hefði mögulega unnið fyrstu lótu. Hann byrjaði bardagan rosalega vel, sko. Já, ég veit ekki hvort hann endla unni fyrst-lótu en þetta var svona jafnt til að byrja með, sko. Símon fannst mér svona smá stífur. Já. Náttúrulega fyrsti bardaginn, maður skilur það, ég þekki Jón Ólaf ekki alveg, en mér fannst hann eiginlega Jón Ólaf vinna alla lótunar í þessum bardaga, en mér fannst hann Símon eiga sín moment og það var sérstaklega eitt combination hjá honum þar sem hann hitti bara 4 geggjum höggum bara alveg í einu sko, bara eitt 4-piece combo og bara smelt hitti öll höggin. Fyrir mér var það bara svona the combination of the night sko. En Jón Ólafur fannst mér samt, þú veist, svolítið leiða allan barða allan tíma og bara sigraði þetta örugglega sko. En svona maður sá í gegn að það er eitthvað, þú veist, Símon, hann er öflugur. Já, hann er mjög öflugur. Jóni tekst að slá hann niður í 3. lótu sem er held ég eina knockdowni sem við sáum á þessum degi. En svekkjandi. En þeir voru báðir svona sjáanlega frekar illa farnir eftir barnaðan. Það var mikil skemmtun. En Símon getur verið mjög bara stoltur og ánægður með sína framstöðu í sínu fyrsta bardaga sko. En byrjaði svona, ég var með svona hvernig stíl er þetta? Myndi við pínu á svona Tyson með gardi hátt uppi og mikið að vakka sér til og frá sko. Þannig ég svona ætla hann að ég var svona velta fyrir mig hvort að uppræðlega planið hafa verið sko að leika sér svolítið í body sko, vera að fara í ykkur body shots og negla svo uppi sko. En sá kannski ekki mikið af því. Sko með vaxtalægi hans þá myndi ég halda hann að þetta ekki berjast eins og Tyson. Nei, ég sammála því. Hann er alltof hávaxinn og langur. Já, hann ætti að nota reachið og í staðan fyrir að vera svona að sækja inn á mönnum sko, og nýta sína styrkleika. Hann kannski læra eitthvað á því. Já, náttúrulega bara fyrsti fætt maður og þú veist, það er alveg eðlilegt að bara að það hefði verið erfiðu fættur hann. Já. Það sé ekki yfirleitt þannig, það er besti fyrst skipti. Jú, ég held það. En svo tekum við sko á degi 3, sem var plani, það var Símon Kristjánsson á móti Gautamár frá Keflavík. Það held ég að sé mjög spennandi viðureign, því að sko, mér finnst Símon svona pínu outklassar hérna móti Jóni og Gautamár var svolítið outklassar á degi 1. Já, kefti Gautamár á degi 1. Já. Og gegn Jóni, minn. Já. En mér finnst þetta að vera svona, þetta er match. Þetta er gott match. Mér finnst að þeir ættu að taka þetta og sjá hverju verður í öðru sæti á byggamótinu. Jón Ólafur fann að sé orðin byggamestari. En ég peppar að sjá Símon og Gauta. Af því að þetta er svona reynslu minni gæjar og þeir græða báðir helling á þessum fætt. Þetta er súper vel matchað. Svo mun Jón Ólafur mæta Óskar García frá Bóðatýr sem er væntanlega bara sýningabardagi, þú veist, hann er orðinn, ég veit ekki alveg hvernig og þessi Óskar García er ekkert búinn að berjast á þessu í þessari byggamótaröð sko. Nei. En þessi bardagi er sett saman í Hafnarfirði í næstu umferð.
Herru, eftir það, í mínus 80 kíló flokki, C-bracketi, þá var það Alex Orri Ívarsson frá Hnefileikafélagi Reykjavíkur gegn Degi Hringssyni. Þetta var skemmtileg fætt. Já, maður, eins og ég sagði bara Dagur Hringsson, þetta er bara nýju uppáhaldsboxarinn minn, sko. Já. Hann alveg gaf allt í þetta, bara sveiflaði þessari overhand right, bara eins og villtur maður, sko. En mér fannst Alex Orri líka, flottur. Hann var meira bara svona, já, þú veist, Dagur var bara sveiflað einhver overhands og hann var bara svona jabba svolítið á móti. Og þó manni fann svona, þú veist, maður fann svona Dagur aðeins að vera lemjan og örugglega, þú veist, hann er örugglega verið með svolítið hausverk eftir þetta og svona þó kannski sumt að fara bara í gardið og svona, þú veist, overhandið var kannski svona, þú veist, hann fór að geta lesið þetta betur og betur og var alltaf að ná svolítið að koma sínum stigum inn á milli og ég veit að dómararnir voru með þetta splitt, sko, 2-1 fyrir Alex í vil og mér leiði svona, þú veist, þegar það var komið að því að lesa dómarúrskurinn, að þú veist, þetta gæti alveg fallið með Alex Orra þó út af því að hann var að ná litlum höggum sem voru að ná inn, hann var að ná að jabba, hann var, þú veist, hann var bara solid og var alltaf að ná að gera eitthvað en svo komið sér svaka högg frá, þú veist, frá Degi sem að eru kannski ekki endilega öll að lenda clean en það heyrist í þeim og krátið bregst óslega mikið við og hann er með, þú veist, 20 klappstýrur í húsinu og svona, þannig að, þú veist, stundum á það til að hafa áhrif á mann, sko. Þannig að ég var ekkert viss sko, ég var eiginlega bara hallast að Alex hafi tekið þetta. Já. Þetta var að klára, sko. Já, en ég man ekki að það verið splitt bara það. Það var allan þessi önnulóta sem var splitt, sko. En já, og mér fannst klálega Dagur taka fyrstu lótu, svo var þetta bara, þú veist, svolítið jafnt eftir það. Já, og var sko í þriðlótið, að Dagur orðinn alveg búinn á því. Það var svolítið svona momentið hans Alex til þess að koma inn í þetta og virkilega stimpla sig inn og fekk alveg tækifæri til að stela barðanum, sko. Já, mér finnst líka að Alex var klálega einhvern veginn með svona agaðri fótavinnu og hann náði oft svona koma Degi upp á körlunum og út í horn, króan af, en svo bara sleppti hann honum. Þú veist, sérstaklega í þriðju lótinni, það er svona, þú veist, hann hefði bara svolítið svolítið að gera aðeins meira til að vinna bardaga og að komi með hann í hornið en hann bara svona hleypti honum. Bara í burtu og það gerist nokkru sinnum sérstaklega í þriðju lótu og maður fannst bara að hann þurfti aðeins að nýta sig betur þannig að hann kom með hann í hornið, sko. Já, ég er sammála og ég var svolítið orður við Alex Orra eftir viðregnina í Keflavík en þetta var tölvöld betur útgáfa áður þarna og ég hef ekkert þannig að þessi slæmt hann að segja, sko. Mér fannst hann alveg svona gera margt miklu betur hann hefur tekið svekkelsi sem fylgdi í Keflavíkurbardaganum og örugglega jafnlaði á því svolítið í gegnum vikurnar og ætlaði að vera aðeins harðari þarna, sko, en tók miklu meiri gekkin, en það er eins og þú segir, sko, þú veist, þú búin að vinna þér inn í góða stöðu, komið anstæðinginn út í horn og svona verður að þarna refsa honum aðeins ef það ætlar að sleppa honum úr horninu. Það er ekki nóg fyrir hann að bara, að því að í eitt skipti var Dagur bara, hann bara feintaði, hann bara lauga á honum, hann ætlaði að slá hann hægri yfirhandar, Alex bara bakkar og Dagur bara lappar bara í gegnum hann út. Og svona, þú veist. Af því að hann er að ná svolítið að stýra honum ágætlega, bara með fótavinnu og djabbinu, svo þegar hann komið með hann í hornið, þú veist, þá er ekki nóg að halda áfram bara djabba, þú veist, þá þarf hann aðeins að lóta búm, þú veist, komið með smá combination. En hann komin í hornið þá hélt hann svolítið mikið bara svona áfram að reyna að ná inn einu djabbu og þá var svo auðvelt fyrir Dag að koma sér úr horninu, sko. Í staðan fyrir að bara unloada hann, henda bara í 4-piece combo, þú veit, kom með hann út í horn. Já, bara, já. En ég held að svona munurinn þarna kannski var bara, þú veist, Dagur aðeins harðari. Já. Það er kannski svolítið það sem vann hann bardaga. Þú veist, það var ekki að hann væri tæknilegri. Það veist, hann var bara svolítið til í að sveifla og vera bara, hann var svolítið harðari af sér bara. Og oft vinnur það boxbrota. Það vinnur boxbrota, cardio og toughness, vinnur boxbrota. En Dagur greið, það er orðin alveg. Hann var svona þreytri. Hann var svona þreytri bara. Hendur alveg slagað niður bara, wow. En skemmtilegur, hann er fighter þessi gæi, sko. Já, en litla entourage sem að fylgdi Degi. Já, einmitt. Bara, við vorum svona 20 mann sem bara hrúist við hringinn og... Einmitt, dómarinn þurfti að setja bara svona barricade eftir þetta. Það var bara, ok, núna setjum við eitthvað hérna fyrir. Já, núna setjum við svona bankaband. Já. Grjóthart. Herru, fengum eftir þetta í mínus 80 kílóa B-flokki Alvaro Herrendero López á móti Bjarna Ottósinni. Þetta var bara copy-paste af því sem við sáum í Keflavík sem var vann um 100 skrona verðlaun og blue boxa í kvöldsins. Mér fannst þannig að skila annað 100 skall fyrir þessa framistöðu, sko. Já, það er enginn að stoppa því að fara til Rabanka og gefa 100 skall. Einmitt, nákvæmlega.
Enginn að stoppa þig. Þetta var svona, Bjarni Ottosson, minn nýi uppáhaldsboxari, hann hendi út 100 höggum í hverju lóti, ætla ég að segja. Þetta var ótrúlegt. Hann minnir mig bara svolítið að Elmar, þeir náttúrulega æðu saman í gamla daga. Hefur ekki boxað í 6 ár, kom mjög sterkur núna inn í boxinu aftur. Hann bara vinnur og bara skilur allt eftir inn í hringum. Þú veist, það var svo mikið skemmtun að horfa á hann. Og Alvaro og allir hann blóður í smettinu, hann þakkaði hann og ég talaði eins við það þarna eftir á og Alvaro var bara thank you, this is the intensity I wanted. En já, þetta hefur verið erfitt dagar á skrifstofunni fyrir Alvaro López. Og Alvaro hvernig kom við svona þessar klassísku MMA stráka afsakanir. Bara ég er meiri kickboxari, ég hefði getað sparkað þig hér, ég hefði getað sparkað þig hér. Þegiðu, þú ágast að skáði í box. Hann var líka stundum eitthvað, var það ekki Alvaro, var stundum að skipta í soppó, svona inn á milli, var alltaf refsa fyrir það. Og bara Bjarni einhvern veginn, hann stjórnaði þess alveg frá byrjun og bara, Alvaro, bara harður af sér, maður eiga það. Drullu harður af sér. Margir hefði alveg bara fóldað undan þessari pressu, sko. Já, 100%. En ég vil sjá Bjarna Óttarsson á móti Elmari í 80 kílóum á Íslandsmeistaramótinu. Já, núna þegar Bjarni kom með smá reynslu, eða smá reynslu, svona aðeins smá ringur að stiði burt og aðeins að... Smá tune-up. Þá, ég held að það er Elmar. Hann er alltaf bara það mörgum lefum frá hann. Já, kannski. Það gæti orðið flugvöldasýning. Gæti orðið skemmtilega bardagi. Gæti orðið mjög skemmtilega bardagi. En mér fyndi með Alvaro í þessum barna. Hann svona byrjaði svo brosandi eitthvað svona, gera það cute og alltaf hafa gaman að þessu. Svo 20 sekúndur seinna, ég held að það ekki brosað eftir það, sko. Hann brosti mikið eftir bardagan og hann fannst það skemmtilegt og það var erfitt og hann örugglega verið með mikið blóðbragð í munnum. Já. Þá fannst hann gaman, það leyndi sér ekki, sko. Já, það er gaman að berjast. Maður verður að hafa gaman að þessu. Herru, svo stóru strákarnir í plus 90 kílóa elite, það var Ágúst Davíðsson frá Hnefileikafélagi Þórs á móti Sigurjón Guðnarsssyni Bóðir. Sigurjón Guðnarsson, rétt eins og Bjarni Óttarsson, orðinn bikarmeistari. Þannig en þetta var svona eins og við var að búa. Þetta var betur framstöða hjá Ágústi heldur en í fyrirbardaganum, gefið hann bara endist aðeins lengur. Ég sá fyrir mér að hann ætlaði að vinna sig inn í bardagan í annarri lótu og taka þriðju lótu. Sem að var svona, gerðist ekki alveg. Af því að Sigurjón var bara einhvern veginn. Hann fjaraði ekki það mikið út með tímanum. Sko, eftir fyrstu lótu, sess Sigurjón á stólinn sin og hann er bara með galop í munnin, bara ógeðslega þreyttur. Maður horfir á Ágúst, hann stendur og hann er alveg bara svona, þú veist, miklu chillari orka í horninu honum. Það hugsa maður svona, gaf Sigurjón allt og mikið í þessari fyrstu lótu af því hann kom út bara guns blazing, bara sveiflandi og setið allt í höggin sín, sko. Og maður hugsaði svona, þú veist, getur hann haldið þessu áfram í 2 lótur í viðbót, sko. Og hann var náttúrulega, þú veist, fór að fjara svona, þú veist, til meira sem leið á bardagan. En hann hélt alltaf einhvern veginn áfram samt. En þú veist, eins og í 3. lótunni, að báði menn eru bara orðin svo ógeðslega þreyttir, þú veist, og þeir eru bara einhvern veginn að sveifla og þú veist, þetta er svona tæknin er svolítið farin út um gluggann, sko, en það var samt bara geðveitt. Þú veist, þetta var bara einhvern veginn svona bardagi þar sem var bara allt að skilja eftir inn í búrinu. 100%. Báði menn voru bara algjörlega uppgefnir eftir þetta og þeir svona fara að þakka dómunum sínum fyrir, svo labbar svona Ágúst í hornið sitt og bara svona dettur í fangið á þjálfaranum. Það var mjög fyndið moment. Það er fyndið. Það er svolítið gott. En ég er samanlega þér, sko. Mér fannst Ágúst vera með betra body posture milli lotna til að byrja með. Og þannig ég held ég væri rosalega sannspár. En mér fannst þannig að Ágúst kannski ekki gera mikið í fyrstu lótu. Sigurjón, svona dómarinn svolítið. Og svo var þetta jafnari lútur það sem leiði á bardagan. En bara Sigurjón einhvern veginn bara svona einu númeri of stór einhvern veginn allan tíman. Já, mjög. Mér fannst samt Ágúst gera mjög vel að hann var að ná að, þú veist, jabba þetta og svolítið svona eins og hjá Degi Hringsinu og Alex Orra að þetta eru svolítið svona stóra sveiflur á móti bara precise, bara jabbum einhvern veginn og þú veist, það var alveg tímabili bardagan, ég man ekki hvort það var önnur lóta eitthvað sem ég var bara svona, þú veist, tók Ágúst þessa lótu út af því að, þú veist, hann náði alveg bara einhverjum 5-6 góðum jabbum að inn og mikið af svona stóru höggum sem voru kannski svolítið sem hann fann fyrir voru svona partially blocked og hann tók þetta í gardið sitt og þú veist, ég einhvern veginn svona
Ég var ekki alveg viss hvernig dómarinn sá þetta, sko. Nei. En svona dýnamikinn í bardaganum svolítið bara að Sigurjón bara að þú veist, lúberjan, þú veist, það svolítið það sem maður sér, þú veist, þungu höggin, en svo þetta allt svona smá varu og hann nær smá pota tilbaka og þú veist, maður veit ekki alveg hvernig dómarinn sjá það, sko. Nei. Þannig að þú veist, það hefur alveg mátt gefa Ágústi eina lótið þarna eða eitthvað. Já, ég held að það hefur alveg gert, sko. Ég held að dómarnir í svona kíkt alltaf aðeins á skórbortið, sko. Dómarnir voru ekki eitthvað svona 100% sammálaðum allt saman. En það var eitt moment með minna að það þessum barða, þar sem Davíð eiginlega, eða Ágústi, og ég alltaf kalla hann Davíð. Greið maður. Herru, hann bara með vinstendunum bara svona í andlitinu á Sigurjóni og bara svona jab, 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 jab. Já, hann náði bara einhvern 5 í röð, bara búm, 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 búm. Já, maður svona telja þetta. Það bara sem í lótan. Já, maður verður bara, þetta 5 clean, helur þetta sem 5 clean högg. Þú ert bara hérna bara dong, 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 dong. Maður svona, það alveg jafn gott og, þú veist. Hvað annað. Já, hvað annað. Þannig að svona, fyrir mér var þetta bara, ég hefði gefið honum lútra fyrir þetta, ég bara, þetta var bara, þú veist, kannski ekki frétta, en þetta er fucking tempo, sko. Þannig að svona, það var kannski ekki að meiða Sigurjón með sínum höggum, en þau telja. Já. Og Sigurjón var kannski alveg að meiða með sínum höggum sem þau telja ekki neitt, fattur þú? Já, nákvæmlega. Og þetta tilur allt saman jafn mikið. En skemmtum móð, þetta voru allir bardagarnir, nokkuð margir, stórgóð skemmtur, það var cirka 2 klukkutímar af hágæða skemmtur, hérna í Vappísi í Kópavogi. Eins og áður hefur komið fram, það var að 4. október, sami dagur og Lukas Renja best frá Mjölni. Það var vorbikarmót 3 í HFH. Það svaka line-up, mikið kannski að því sama, þannig að við sjáum til. Það bætist við Michael Fedorov sem heitir Sölvasteini Hafþórssoni, búið til móti HFK. Þetta verður skemmtileg fætt. Þeir hafa mest áður, held ég. Hafa líka sparra fullt. Já. Þannig að þetta eru strákar sem þekki hvern annan og þú veist, eru báður á mjög háu leveli fyrir U19 strákar, sko. Þannig að ég er spennt fyrir þessu. Já, ég er sammála. Geta skemmtilegt. Ef við vindum okkur aðeins áfram. Já. Hérna, Hekla María Friðriksdóttir mætti Nicole Vernon, ekki? Jú. Já, mjög erfitt með þetta eftirnafn. Já. Af hverju ekki bara Venom eða eitthvað, eða Veronica eða eitthvað, nei. Sko, horfður á barðan, náður að sjá hann? Ég horfði bara á storyðin og Dammi, sem var basically allir barðaginn. Já. Svona pretty much, sko. Þannig að maður sá alveg hellinga af þessu, sko. Dammi alltaf bara doing God's work. Dammi svo góð klappstýra, sko. Og hérna, já, og Gellu glímustelpunna voru mættar hann í míningarinn líka. Já, jú. Það mætti að stiða sína konu. Já, það var hérna short notice að fá að sína barðarinn hennar Heklu í míningarnum. Já. En gaman samt að mætti alveg fólk. Já. Þú veist. Ég Reykjavík Emma með eiga það hvað þau eru alltaf fucking duglega að styðja við fólkið sitt. Já, þau eru það. En áður en lengra en haldið, þannig minna á að þáttunum sjálfsögðu í búði Yngling fæðibátuvörur, hámarkaði árangurinn og veljaðan með Yngling fæðibátuvörum, Silagit, náttúrulega styrjabústrar og sveppablöndur. Vara mánaðarins kraftur, betri svepp, minni heilaþoka, sterkara ónæmiskerfi og bara betri veljaðan heilt yfir. Og ekki gleyma, þú fær 15% afslátt með 15 lotan 15 við checkout. Svo má ekki gleyma M-Fitness, íþróttafatnaður, lóð og jógavörur á Stórhöfða 15 og Tryggvabraut Akureyri. Vorlínan var að lenda, nei, hún var ekki að lenda. Vorlínan var ekki að lenda, það var hérna... Haustlínan var að lenda. Þessi hérna bólir, elska þá. Já, þessi ekki að gæðir. Elska þessi bóli ef áhörundur sjá mig, hvað ég er flottur. If they look at me, look at me now. Getið þennan ból og alveg eins svona bláan. Já. 2 nýju uppáhaldsbólunum mínir. Já, það ekki að gæðir. En það M-Fitness að fagna 8 ára afmæli. Jaha. Já, þannig að það alls konar tilbúð og útsölur á vestlunum þeirra. Og bara grípa sér góðan æfingarföt. Vá, þetta er erfið fæðing, maður. Og ég ætla að mynda að fara að krúsa þetta niður og sækja með spatsa til að glíma í, sko. Ég er mikill spatsakongur. Og geggjaða buxur. Ég elska allir M-Fitness. Þeir eru 8 ára afmæli. Ég var að fá mér svo nettan líka svona regnjakka hjá þeim. Já. Mjög næs. Næs, geðveikt. Og svo má ekki gleyma prepparnum, Makrósbar, auðvitað endilega borða og holt, prepparinn á Suðurlandsbraut og Orkunni Vesturlandsveginn. Og ekki gleyma ítalskuskálinni. Svona fáðið byggi. Nei, ég fer með ítalska vefju samt bara í gæra fyrradaga. Það telur ekki. Nei, ég fór beint eftir bóksmótið, ég fer með ítalska vefju. Já. Af hverju ertu svona tregur með þetta? Ég veit það ekki, mér langar í vefju. Þegar ég er eitthvað svona úti, fattar ég. Já. Ég borða mikið inni. Það var sem svo gott að hafa matið minn í boxi. Ég held að það væri boxari.
Já, true. Já, true, through and through. Herru, en Hekla María átti ótrúlega bara erfiðan barða. Já. Þetta var, þessi dama, þessi Nicole, hún var ekkert slór. Nei, hún var bara hörku kickboxari. Hún var bara high-kick hana og bara eitthvað, alveg bara Og þessi hægri hendi var money. Já, einmitt, og hún var bara einhvern veginn svona, það var svona bounce í henni og hún bara, þú veist, kastaði á tökunum sínum og bara virkaði bara geðað solid. Já, mjög svo. Þú veist, ef ég hef ekki verið búinn að sjá bara Hekla vann bardagan áðurinn, ef ég hef bara, þú veist, kveikt á bardaganum og sé þetta, þá verið bara, fuck, Hekla í vandræðum. Já, ég sko eitthvað horfði á bardagan og ég man ekki alveg, en ég var bara eitthvað svona, mér líst ekkert á blikuna til að byrja með. En ég sá alveg í lokinn þegar ég var svona túna inn, kommentatorinn bara svona, já, Hekla ground and pound, þú veist, hún örugglega fara að secura 2-1 sigur, eða svona, þú veist, solid sigur. Svo byrjaði að horfa á bardagan og ég bara, er þetta bara að snúast við það? En þannig að, þú veist, Hekla þurfti alveg að grafa djúpt. Já, Nicole hefur tekið á fyrstu lótu og Hekla hina tvær og svo klárar þetta í þriðju. Já, mér varst búrið mjög lítið. Já. Það var alveg tiny. Já, þetta var svona aðeins stærri en Ivy. Þetta var svipa bara á því Ivy. Ég held að það bara við svipað, sko. Já, ok. Mér varst bara ekkert pláss þarna inni. En Hekla gerði mér mikið í því, sko, að Hekla hefur glímuna. Hekla hrikalega góð að glíma og gott glím vinnur gott sparkbox. En Hekla átti til að bara líma sig upp við hana og í fyrstu lótu, þú veist, þá étur Hekla nokkrar góðar hægri hendur fyrir glímuna, nær ekki að taka henni í gólfið og dómarinn með þess að bara slítur á sundur og er bara höfst aftur í miðjuna og þá er Nicole bara einhvern veginn komin í sína stöðu eins og í annari lótu þá nær Hekla að gera henni upp í búrið og svo í gólfið og þá sér maður að Nicole á ekki break í gólfinu gegn Heklu og Hekla bara tekur þá stöðu mjög, lótu mjög samfærandi ég er bara í rúma 1 mínútu, bara í halfguard af ground and poundana og svo í þriðju lótu, þá tekst hann að taka nú niður bara á miðju gólfinu og það var bara doom. Það var bara mounta hann og ground and pound hann í kessu. Og ground and pound og bara Nicole átti aldrei séns. Svo fannst mér svona Hekla gera það vel sko að þú veist, þegar þeir eru svona 10 sekúndur eftir, það mátti alltaf leita í armbarinn. Hekla með grimman armbar og veist, vann fyrir bardagann sinn líka á armbar. Og þannig að hún er með 2 sub finish á amateur rekordunum sínu. Bæði armbar. Það er geggjað. Það er geðvögt. Þannig að eigum við ekki skilaboð frá Heklu. Hún sendi okkur skilaboð og var aðeins að ræða barnaðan. Og spilda. Já, heyrum aðeins í Heklu og sjáum hvað hún segir. Heyrum í Heklu. Hæ, ég mætti Nicole Vernon og vann bardagann minn með armbar í þriðju lótu. Þetta var geggjað reynsla. Ég er mjög stolt og bara mega sátt. Geggjað reynsla fyrir mig að fara allar lóturnar. Fann að leið bara nokkuð vel í gegnum allan bardagann. Sem að var gott. Nicole er bara sterkur strækir. Hún lendi klárlega nokkrum góðum höggum. Ég lendi einhverjum líka. Og já, bara mjög flottur andstæðingur. Það var frábært að fá að deila búrinu með henni. Planið mitt fyrir bardagann hafði alltaf verið að á einhverjum tímapunkti taka niður og klára þar. Og þó að mér liði alveg ágætlega standandi á mótinni og er klárlega ánægð með og stolt af strækinginu mínu í þessum bardaga, þá fann ég að mér langaði klárlega að taka bardagann niður bara frekar fyrr en seinna. Hún hafði greinilega verið að drilla ansi mikið og sagði mér svo sem eftir að hún regnaði alltaf með því að ég myndi reyna að taka bardagann niður svo að hún og teimið hennar höfðu verið að vinna í takedown defense mjög mikið fyrir bardagann og það var bara mjög flott. Hún náði alltaf að koma inn undir húkunum til að stoppa double leg takedownin mín. Svona, já, fyrstu nokkur
skiptin, svo fór þetta að takast hjá mér. Náði henni niður hann tvisvar í annari og svo aftur í þriðju lotu og þegar við vorum komin í gólfið þá var ég alveg klárlega með yfirhendina. Það var og já, leið bara mjög vel þar, fannst ég geta svona tryggt stöðuna og bara unnið dálítið og gert mitt. Og svo þannig að lokin á síðustu lotunni þá bara vissi ég að lotan var alveg að klárast og var eitthvað svona ætla að reyna þennan arbar og var ekki alveg viss að það tækist, en svona þegar ég var lögð á stað í hann þá fann ég að hann var bara nokkuð þéttur og að þetta gæti tekist. Svo það var geggjað að klára bardagann með submission í staðinn fyrir decision. Það var mjög ánægð með það. Ferðin út öll var bara ótrúlega flott, fannst mér, heppnaðist mjög vel. Já, við flugum út á fimmtudaginn. Halli og Helgi komu með mér sem þjálfarar og voru bara frábærir, studdu ótrúlega vel við mig og já, það var góð ferð, gott að fara út með þeim að keppa. Vigtunin á föstudaginn gekk vel, mér fannst ógeðslega gaman að fá face-offs og já, köttið fyrir vigtunina gekk líka bara mjög vel, þurfti ekki á sánunu eða neinu vesinni að halda þannig séð. Svo það var bara mega og svo fórum við bara snemma morguninn beint eftir sjóið, þá tókum við flug heim aftur, svo við erum komin til landsins strax í dag eða sunnudag. Yes. Já, Hekla, Halli og Helgi, HM3. Já. Flott fyrirhundi. Flott fyrirhundi. Þetta segir Hekla María Friðriks. Þetta svolítið eins og við lásum bara inn í barðan. Þú veist, hún ætlaði að taka niður, heppnaðist í annar og þriðju og hún bara var með yfirburða getu í gólfinu. En óskum vilja bara Heklu Maríu bara til hamingju með barðan. Þetta var góðu fætt, þetta var góðu reynsla. Og ég held að Hekla María geti tekið bara ógeðslega mikið út úr þessu. Þannig að hún orðin 2-0 sem Gekkja hvað hann þurfti að hafa mikið fyrir þessu. Já. Ég held að hún væri bara fyrir út og slátra sér gælu og var ekkert að fara að læra það mikið af þessu. Nei. En hún hefur örugglega lært bara fullt. Einmitt. Ég held það. Þannig að spennandi. Hún er 2-0. Já. Og er hún ekki eina virka? Jú, ef að Dammi er hætt, þá er það hannig. Ég veit ekki hvort að Dammi sé að stefna okkar meira. Eini virki Íslendingur sem keppir í kvennaflokki. Já. Er Dammi búin að officially retire? Já, ég held að ég rakst á hann daginn, hún var bara eitthvað að gefa blóð og ból og súkkulaði, sko. Daginn, ég rakst á hann bara á það. Okay. Þannig að ég verð að segja það, ég held að Dammi sé ekki að fara stíðin í búri eftir, ég held að hún sé búin að fá sér full sata. En hún er ennþá að glíma. Við hefum gaman að því, sem er bara gaman. On to the next one, það er UFC í Ástralíu. Já maður. Ég er búin að vera pínu lasinn helgina og vinna mikið, þannig að ég hef ekki mikið komið til að skoða þetta kart. Nei. En það er Carlos Ulberg á móti Dominic Reyes er main event kvöldsins og svo er það Jack Jenkins á móti Raymond Taveras. Það er co-main event. Raymond. Eða Ramon. Ég er svo hvítur, ég segi Raymond. Raymond. Everybody loves Raymond. Það væri þá R-A-Y. Ramon Tavares. Já. Taveras. Já. Mikið af ástrálum á kartinu. Við erum með Junior Tafa, við erum með Justin Tafa, Navajo Sterling sem var alltaf mjög spennandi. Og það er slatti af. Það er basically Ástrali í hverjum einasta fight held ég, sko. Já, svona basically. Það er eitt Loma Luke Boonme.
Já, alveg, sko, þetta var svo mikið joke. Það er svona nefn verið erfiðstundum. Þetta er geggjaði kvennabardagi. Já. Mútið Alexu Tainara. Já. Sem að vann Molly þarna úti þegar við fórum að hóla Gunna. Já. Þetta er svo gæla, sko. Hún lúkar skeri, sko. Og hinn hann að Loma Luke Bunme, þetta er einhver svakalegasti kickboxari hérna í kvenna. Já, en hún er Muay Thai. Já. Hún er verið ótrúlega hæfileikur Muay Thai-ari og bara svo besti sem að í kvennafólki sem að Thailand hefur gefið af sér í mjög langan tíma. Já, og það er til mjög fyndið viðtal við pabbinar sem að væri bara, ég held óskarsöðu það er strákur því að þá væri ofurstjarna. En já, hún er bara búin að tapa debutinu, nei ekki debut, öðrum fætnum sínum. Tapa mútið Angela Hill, tapa svo mútið Lobito Godinez sig, en þú veist, svo er hún búin að vinna gellur eins og Sam Hughes og Bruno Brasil, Istela Nunes, Denise Gomes, þú veist, hún er búin að vinna góðnöfn í UFC. Þetta er gella sem að, þú veist, bara gæti orðið champ um 29 ára, en alls það næra, ég veit ekki hvort að Molly hefði verið bara svona svakalega mikið búinn, en hún allan bara smókaði Molly. Og lúkkaði skemmtileg. Þannig það verður gaman að sjá, þetta er svona, já, maður veit ekki alveg, en hún alltaf bara smókaði Molly. Þú veist, Molly gerir geggjaða hluti þarna í O2 Arena, en það var bara ekki á þessum degi, sko. Hún alltaf bara hætti, lagði hanskana hilluna eftir þetta tap, sko. Þannig að maður sá hann ekki nema í eina lotu þarna, þannig ég er mjög spenntur að sjá hana aftur og hún er að fá mjög erfiðan fætt fyrir annan fætin sinn. Já, mjög svo. Stórt nafn í debutinu og svo bara mjög erfiðan anstæðing í þessum fætt. 100%. Ég man ekki hvort munir eftir, en við rákumst á hana inn á Fighter-hótelinu. Já, og mjög hress. Já, mjög hress með Amundur Ribas og fleiri skemmtilega í hótelinu sínu. Lágvaxin, þetta er svona lágvaxin stuðbolti. Já. Henni var alltaf mjög gaman að vera það. Já, einmitt. Þannig að já, það var gaman að henni. En þetta verður fight. Já, ég treysti mér ekki til að spá hvernig það fer, per se. Nei. Herri, það er að fletta upp Coolbet og... Já, ég er með það fyrir frá mig líka svo. Já, svona þetta? Já. Ok, Carlos Ulberg og Dominic Reyes. Já. Þetta er kannski svona það sem við þurfum að huga mest að. Já. Það er 1.40 á Carlos Ulberg, það er 3.05 á Dominic Reyes sem ég finnst sko bara mjög mikið disrespect á Dominic Reyes. Já. Af því að hann er bara legend. Hann var semi, þú veist, margir vilja meina og ég eiginlega líka að hann vann eiginlega bara John Jones. Já. Hefði getið orðið champion. Já. Þú veist, Carlos Ulberg er óslega skeri gaur, hann er með þvílíkan kraft, þú veist, og getur knockout menn ef hann lendir sleggjónum sínum, sko. En Dominic Reyes er bara svo mikið reynsla, hann hefur verið að inni með öllum maður og þú veist, John Jones. Let John Jones, sett John Jones í alls konar vandræði. Þannig að mér finnst þessi stuðlar algjör bull, sko. Ég myndi bara segja að þetta væri 50-50 fight, annarkort, sko, nokkar Ulbergan út í fyrstu tveimur lótunum eða Dominic Reyes næra að tegja þetta út og vinnur þetta á decision, held ég. Já. Eða late finish, en ég hallast að Dominic Reyes decision, sko. Ég held að reynslan þarna lendir Carlos Ulberg á reynslu vegg. Ég trúa. Það er eða, sko, ég myndi segja að það er barndan hans gegn John Jones sem eiginlega brýtur hann svolítið á líkama og sál. Og hann mæti svo Jan Blachowicz, tapar því, mæti Jiri Prochazka, tapar því, mæti Ryan Spann, tapar því fyrir power jab. Ég held að hann hafi bara verið rosalega látt niðri og svo kemur 2 ára pása í ferðlurum hans Dominic Reyes. Þetta er 2022, 2001-2002, þar sem hann tekur þessa taphreinu. Bersin Nómberg 2002, tapar fyrir Ryan Spann, kemur svo tilbaka í júní 2004. Það er 2 ára seinna. Og það er búið að vera einhver óstöðvandi Dominic Reyes. Bara snýtir Justin Jacoby, snýtir Anthony Smith, snýtir Nikita Krylov, bara klárar á alla. Og ég held að hæfileikarnir séu ekkert farnir. Nei. Þú veist, með minni að Dominic Reyes sé svona einhver, var hann ekki í amerískum fótbolta? Þetta er svona náttúrulegur íþróttamaður. Þú veist, mikið keppnisskap. Og ég held að hann sé að gera allugu að titlinum. Og en þeir svona... Þeir báðir. Arguably, þegar við sáum Carlos Ulberg berjast í London, mér fannst hann tapa á móti Jan Blachowicz. Mér fannst hann líka tapa sem fucking bardaga. Ég setti Tibura og Blachowicz saman á parlay og var að fara að vinna fullt af pening þarna. Og svo bara eitthvað, Ulberg, what the fuck? Já.
brjálaður, sko. Og ég held að hann hafi ekkert verið svo sannfærður sjálfur, sko. Mér finnst resumei hans Úlberg ekki það ótrúlegt, sko. Volkan á Vestamír, Alonso Mennifield, Ívar Potier, það er reynsla þarna. Hann bara taka þetta börnum, hann bara, Hún var að passa sig, að fara ekki of stór verkefni, of snemma. Og sko, Volkan sigurinn líka, ég var með peninga Úlberg og vann hann eitthvað bett, en ég var skítrættur að þetta væri að fara til Volkan, sko. Já. Þannig, þú veist, þetta eru tveir mjög tæpir sigrar, þú veist, þessi unanimous sigrar, þú veist, þá þetta spæði svona semi-split sigrar, sko. Þú veist, maður hafði alveg, geta gefið þetta í hinn hornin, sko. Og náttúrulega rotaði bara Mennifield 12 sekúndum fyrir það. Já. Og hinn öfnin ekkert eitthvað svona þannig síðan, þú veist, það allt bara eitthvað fyrstur út af finishes. Þessi gauri stórhættilegur og þú veist, rotar þessi gauri fyrstur lóti sem ekki heima þarna. En Dominic Reyes mögulega besta anstæðingur sem hann hefur mætt. Hann utan kannski Jan Blachowicz sem samt svona gamall Jan Blachowicz eitthvað, en þú veist, þetta verður erfiðasti barndaginn hans. Ég verð samt eiginlega að halda með Úlberg út að hann kemur frá Auckland, New Zealand og ég var að fá gefin svona treyju, rúbí-treyju frá Auckland. Já, þess vegna verður þú að... Já, þannig að mér langar svo að fara núna í treyjunum minna og halda með öllum frá Nýja-Sjálandi. Þetta ömurlegasta take sem ég hef heyrt í MMA-greiningu í svo langan tíma. Við köllum þetta ekki greiningu, en... Nei, ég myndi ekki gera það heldur. Ég verði að halda með honum fyrst að klæða mig í rúbí-treyjuna mína. Já, þannig að þú ætlar að halda með Carlos Úlberg af því að þú átt rúbí-treyju frá Auckland sem heimabærinn hans Carlos Úlberg. Okay? En hvernig heldur þessi fight fari? Annarkvort Carlos Úlberg knockout í fyrsta annar lótu eða Dominic Reyes decision, tekur út á reynslunni. Ég halla svolítið að Dominic Reyes, hann tekið á reynslunni. Já, ég skilji. Verði 5 lótu grueling bardagi. Já. Ég held að. Ef þetta færi 5 lótur, ég held að það fari Dominic Reyes betur. Já. Þegar líður á tímana þá verður þetta þægilega fyrir Reyes. Ekki nema Carlos Úlberg sé komið með eitthvað nýtt í pókahotnið sem við vitum ekki af. Eða bara sama gamla, bara þessi kraftur, hann þarf bara að connecta einu höggi, sko. Já. Hann hefur alveg sýnt að hann með fucking kraft, sko. Ég búinn að halda mikið upp á Carlos Úlberg og ég eiginlega hingað til, ég búinn að vera að veðja svolítið á Carlos Úlberg, sko. Já. Nema á móti Jan Blachowicz, reyndar. En ég búinn að vera mjög spenntur fyrir Carlos Úlberg alveg frá því hann sá hann fyrst, sko, og búinn að vera svolítið að halda með honum. Já, þetta náttúrulega vígalegu gæi, sko. Já. Hann er töff, hann vígalegur. Ég hef haldið með hann líka. Gott tím, hann sett í kickboxing með Adesanya og Dan Hooker og öllum þessum gæjum, sko. Já, 100%, kemur góðu liði. Hvaðan kemur hvað Dominic Reyes að æfa? Ég veit það ekki. Nei. Hann bara einstæður í America. Einstæður í America? America. Herru, hann fighting out of California. Ég veit ekki hvaða tím hann affiliation, stendur ekki á Tapology. Nei, vesen. Ætla sé ekki bara í einhverju eitthvað, þú veist, eitthvað American Top Team í Kalifornía eða eitthvað svona stórt gym. Ekki alveg viss hvort það sé American Top Team þar. En já, látum það líka milli hluta. En ég er búinn að slamma 300 eurum á Carlos Úlberg. Já, það vel gert. Já, nei, á Carlos Úlberg, á Dominic Reyes. Á Reyes, já. Það minn maður. Ég frekar confident á Dominic Reyes. Já. Mér finnst það mér finnst, sko, ég er búinn að ræta Carlos Úlberg svolítið lengi. En mér finnst hann hafa ekki verið sannfærandi í sínum síðustu 2 barndum. Arguably getur þú tænt honum tap í síðustu 2 og Dominic Reyes, þetta eitthvað svona upprisa Phoenixins eftir að hann var rændur gegn John Jones. Ef þú væri svona nált í að ná beltinu af John Jones, það bara í sögubækurnar og það gerist ekki, ég held að það fari bara svo illa í hausinn að þér. Ég held að það er gott fyrir hann að hafa tekið þess að 2 ára pásu. Hann á góðum aldri. Hann raun að þeir ættu báðir að vera að toppa núna og mér veist Dominic Reyes hafa sýnt meiri getu. Þannig ég held hann eigi fullt í það. Dominic Reyes, hann á gym í Hesperia, California, þar sem hann æfir, en undanfarið segja ákveðin sources, sportskita.com, að hann sé búinn að vera training at Cobra Kai Martial Arts in Victorville, California. Cobra Kai? Já, og
það gym owned og coached þarna Joe Daddy Stevenson, a UFC veteran og þjálfar þar og já hefur prodúsað marga amateur MMA fightera en satt, já, svo veist ekki sem að sé enginn eitthvað svona stórnöfn í UFC en hann allan að, já æfa með þessum Joe Daddy Stevenson hljóma bara Joe Daddy Stevenson í Cobra Kai hljóma bara virkilega vel herri, hérna, ok þannig að en hvert setur þú ætlar að vera Úlberg eða Reyes minn í lífinu? Já, Reyes ég segi Reyes decision sko Reyesland herri, góð minni meint Jack Jenkins á móti Raymond Tavares ég held að þetta væri Jack Jenkins leg kick KO Jack Jenkins búinn að sko fótbrjóta multiple menn með leg kickunum sínum hann bara einhver leg kicks kongur sko það var eiginlega búið að fara fram í mér þannig ég alltaf að býja eftir hann fótbrjóti einhvern annan mjög skemmtilegu gæi líka bara svona skemmtilegur eitthvað Aussie mjög mikill svona Aussie í sér maður hefur gaman að hann sko en hann grjótharður og þessi leg kicks þú veist það er eitthvað þú veist það svo mikill X-faktor að hafa svona leg kick power sko það er vel lesið ég hef áhugjur af honum Raymond að hann svolítið í því að missa vikt misti vikt í Contender Series svo mætir hann í fyrsta UFC-bardagan missir vikt og vinnur á split decision mætir svo Davey Grant sem alveg mjög góður anstæðingur tapar því unanimous og hann 1-1 í UFC versus Jack sem 3-2 tölvöld meiri reynsla heimamaður með leg kick og mögulega ég þekki Raymond ekki mikið það engin barndæg hjá honum sem ég svona stendur eitthvað upp úr hjá mér en hvað segir veðbankar? Jack Jenkins alveg tölvöld favorite sko já, maður sjá, Jack Jenkins 1,34 það 3,4 á Ramon Tavares það kannski bara sangjarnt já, ég held að Jack Jenkins ég klára þetta þægilega ég sé ekki Raymond sem eitthvað dark horse eða eitthvað svona líklegan underdog í þessum barða ég eiginlega, sko, mistur að ES eini favoritin eini underdogin á kartinu sem að ég hef trú á sem að ég myndi vilja setja á mitt parlay sko hver? Reyes já, ég var svo því smá tíma að segja Raymond og ég bara nei, ok, já, rétt með þið já, Jimmy Crute gegn Ivan Erslan já, ég held að það veri Jimmy Crute sko já, þú er svolítið heima manna sinnaður já, það, ég veit það ekki ég bara var svo sem ekkert að spá í því sko en já, ég held að Jimmy Crute sé bara betri sko já, sko, ég veit ekki hvað mér finnst Jimmy Crute sko getur aðeins lesið yfir óspennandi fyrirhjálp hans frá 2001 tap gegn Anthony Smith tap gegn Jamal Hill sko, decision draw gegn Alonso Menifield svo tap gegn Alonso Menifield decision draw gegn Rodolfo Bellato svo loksins vinnur hann Marcin Praciniano Pracnio ég ekki alveg on í dag en með bara fyrsta hluti en við erum talað skilur bara þú veist, hvað er það, 6 bardagar 1 sigur en ég meina, þú veist þetta alveg erfiðir bardagar sem hann er búin að fara í sko margir af þessum erfiðir og þú veist, hann með góða glímu og þú veist, með skemmtileg submissions oft þú veist, síðasti bardagi armbar þú veist, hann subbaði Paul Craig á sínum tíma með Kimura þú veist, hann er crafty motherfucker sko og bara, þú veist, hann tough og þú veist mér finnst hann hafa sýnt bara svona meira gritt einhvern veginn heldur en Erslan og ég held þegar að þú veist þegar báði mennir orðin þreyttir og kemur ljós þú veist hverjum langar þetta meira þá held ég að vera allt Jimmy Crute sko já, það getur verið mér er ekki svona já, svo erfitt með að draga upp einhverja punkta sko mér finnst mjög áhugavert að Ivan Erslan að berjast á móti sko 2 Áströlum í röð af því hann mætti ná á Störling í síðasta bardaga já, sem var pakkaðan var það ekki
Unanimous decision allan, ég man ekki nákvæmlega eftir þessum bardaga, sko. Ég búin að vera mjög spenntur fyrir Navajo Sterling, sko. Ég nefnilega ekki, sko. Því að hann var svo mikið hæpað fyrir mér. Já. Fyrir fyrsta bardagan sinn. Já. Og og mér fannst hann ekki einhvern veginn, ég átti vonað einhverju meira frá honum, sko. Já. En hann allan, þú veist, búin að vinna 2 bardaga í UFC og, þú veist, það eitthvað svona hæp fyrir þessum gæja. En ég veit ekki, hann náttúrulega ennþá ósigraður, en þú veist, þetta svona skæði sem kemur inn sem 5-0 í UFC og á að vera eitthvað svaka mikið efni. Já. Svo bara eitthvað svona, þú veist, leiðilegu fyrsti bardagi, þú veist, ekkert svona spes við hann. Þannig ég einhvern veginn svona smá gafst upp á honum, eða svona, þú veist, nefndi ekki að vera spenntið fyrir hann lengur, sko. Nei. Þannig að hann þarf svolítið að samfara mig til þess að ég hoppi aftur á einhvern hæfvagn, sko. Nei, já, ég skilji. En Ívan Erslan er 2-0. Ansargunars Jimmy Crute 2-0 í UFC. Já. Kemur hendur út American Top Team Króatíu sem gott gym. Já, Gunni var eitthvað með honum æfa með þessum gæða. Já. Þannig að það gott gym, þeir pæla mikið og svona. Þannig Luka vinnur okkar hann. Já. Jelisits. En þetta örugglega sá bardagi sem ég feita algjörlega á öllum betseðlum, sko. Já. En alltaf maður hallist ekki af Jimmy Crute ef þú miðar byssi á þessum að mér, skilur, og ég þarf að segja eitthvað. Já. Það var ekki Jimmy Crute. Og maður svona, já. En ég bara, þetta svona... Shit, nú Gunnar hlusta þáttinn bara eitthvað, tjós fátar maður. Já. Kasta mínu manni fyrir lestin. Sorry, Gunni. Já, við erum bara svona gurar. Jake Matthews á móti Neil Magny. Neil Magny fær loksins bardaga, áttu náttúrulega að mæta Gunnar. Talandi The G-Force. En hann náttúrulega vann Elisi Zaleski dos Santos. Já, í mildinni. Núna í síðasta bardaga. Já. Ég sett hann á eitthvað parley og ég sagði eitthvað svona að hann tapaði síðast, það væri komin tíma og sigur hjá hann núna, það rétt fyrir mig með það. Já. En ég segi að þessi komin tíma og tap hjá hann núna. Já. Hann fer svolítið svona fram og tilbaka. Hann fer svolítið fram og tilbaka, sko. Það rétt. Já, þetta sko Jake Matthews líka bara tough fucking gæi og yngri og þú veist, hann bara, ég held að Jake Matthews sé bara að koma til að lemja henni klessu, sko. Já, ég þarf alveg að vera sammála því. Ég held að vera endi bara gaman. Ég held að þetta verður ground and pound sigur í þriðju fyrir Jake Matthews. Já. Ég held að hann bara svona hægt og rauðlega brjóta niður og endanum bara, þú veist, bara... Já, af því að Jake Matthews ekkert joke, sko. Nei, Jake Matthews flottur, sko. Já, hann heimaðli líka. Já. Það enda 1.21 á Jake og 4.75. Já, ég skil það alveg. Já. En það ekki Neil Magny? En Neil Magny getur alltaf púlað eitthvað. Já, veist, hann crafty maður. Má ekki afskrifa Neil Magny, sko. Nei, hann 4.75, skilur við. Það dark horse kvöldsins. Já, paran upp með Dominic Gray og svo greiða feitt. Ég myndi aldrei gera það, sko. Jake Matthews bara, þú veist, ógeðslega mikið efni. Þú veist, hann bara, hann kýlir fast. En í svona spurning, þú veist, hvað veitum við kardiólega séð, sko? Já, ég ætla hann ekkert síðan eitthvað gas út eitthvað hræðilega. Nei. Hann 1.80 á hæð, 1.85 faðmur. Neil Magny 1.91, 2.3 faðmur. Já, Neil Magny með Ritchie, sko. Já. Það þarf hann svolítið að vinna sér í færamótunum, sko. Já, það spurning, sko, hvaða áhrif þetta hefur, sko. Ég man ekki eftir að Jake Matthews hafði þurft að mæta svona móla áður, sko. Svona C.G. Njoukani, það alveg vesen, sko. Fyrir naked choke. Jú, það með sami pakki, sko. Jú, hann rauninni bara að vera nákvæmlega í þessu. C.G. Njoukani svona pínu Neil Magny típa, sko. Já. Þú veist, það jafn háir, jafn mikill faðmur. Það sló ekki Jake Matthews út af laginu. Nei. Það er líka bara, þú veist, 3 sigur röð. Phil Rowe, Francisco Prado og C.G. Njoukani. Það eru góði sigrar, sko. Phil Rowe svolítið, sko, Mr. Glass chin hérna. Já. Rótar hann samt ekki. Já. Það eru góði sigrar, sko. Já. Ég þarf nú samt að hallast að Jake Matthews, en með Neil Magny kannski aðeins of crafty. Til að veðja á Matthews? Já, með stuðulinn, sko. Já, hvað 1-2 og Jake Matthews? Já, maður nenni því ekki. Maður getur alveg fundið einhver aðra að gauðra með 1-4, 1-5 til að setja parleiði, sko. Já. Við þurfum alltaf að kúka upp eitthvað skemmtilegt parleiði fyrir Coolbet. Já, við gerum það. Ekki? Jú. Ég bara, þú veist, mér langar alltaf að setja einhvern, sko, þú veist, einn underdog sem maður hefur trú á til þess að bústa það stöðluna, sko. Já. Ég veit ekki hvort maður þórið með að setja reyja, sko. Jó. Það við klúðurum main eventunum seinast, sko. Já, það er líka að underdoginn síðan main eventum hefur come true. Já. Þau main eventin eru öðruvísi. Já. Það var bara reyðis. Já. Það örugglega svo part á þessu kvöldi sem ég er mest samfærður um.
Ég er bara samförður Dominic Reyes. En oft hefur þú svo bara rangt fyrir þér, Biggie. Ég væri svolítið hrættur við Úlfberg. Sko, sérstaklega ef ég verið í Auckland-treyjunum minni, sko. Þegar við erum að diskutera bett okkur milli, þá hef ég verið með Emma Frettipallaðin sem er komið úr Coolbet. Ég er búin að vera 5 af 6. Það er juice hitni. Með góðum stöðum. Þetta er ekki besta kartið til að tippa á. En við erum 5 af 6. Og við höfum svona diskutera bara, tökum þetta bett og eitthvað. En saman hvernig við setjum það upp, sko. 5 af 6. Ekki vera að spila eitthvað, svo heitum við rann fyrir þér. Lightning strikes. Við finnum eitthvað skemmtilegt til að setja saman hérna. Já. En Tom Nolan, hann var spennandi, ekki? Já, hann er spennandi, sko. Ég held að hann sé alveg að fara að smóka Charlie Campbell, sko. Já. Charlie Campbell er bara svona lala. Ég held að Tom Nolan... Búið með 2 barða... Nei, bíddu. Tom Nolan er búið með 4 barða, sko. Hann tapaði debutinu sínu, en svo er hann bara búin að vera á góðri siglingu síðan þá, sko. Já. En Campbell er, sko... Hann er 2-0 í UFC. Já. Ég þarf að skoða hann áður en að ég þóri að setja ykkur pening á það, sko. Já, þetta er svona barðaðið mitt sem ég leita hans framhjá með bettin, sko. Þeir hafa báðir mætt Alex Reyes, sko. Já. Charlie Campbell tók hann út í fyrstu lótu. Já. Og var ekki eitthvað svipað með Tom Nolan. Tom Nolan hafði líka tekið hann út í fyrstu lótu. Nei, það var unanimous decision. Það var Victor Martínez sem Nolan tók út í fyrstu lótu. Já. Þannig að svona MMA math, þú veist, þá er Charlie Campbell að klára gauðra sem Tom Nolan er að fara allir leið með. Þannig að ef það segir ykkur eitthvað sem það gerir ekki, MMA math does not work. Já, Campbell líka, sko, hann er 30. Hann er mögulega svona aðeins fullmótaðir og aðeins þroskaðari, sko, heldur en Tom Nolan, sko. Ég held að Tom Nolan sé meira efni, sko. Já, en það er spurning hvort hann eigi meira inni, sko. Já, hann er bara 25 ára, sko. Já. Ég held að hann sé meira efni. Tom Nolan sé meira efni? Já. Sko, þeir eru 9-2, 9-1. En Charlie Campbell er mjög flottur, sko. Já. Er þetta ekki bara frekar svipaði stuðlar á þeim, að maður sjá? Nei, Tom Nolan nefnilega, hann er big favorite, 1.64 með 2.33. Já, það er alveg svona svolítið munur. Ok. En já, ég hefði hallast að Tom Nolan eins og ég segi, þannig að ég svona, já. Já, en samt, ég veit ekki. Ég held ég myndi allan ekkert vera að setja Tom Nolan á parleiðið, þó að ég hafi trú á honum, sko. Nei. Það er örugglega eitthvað betra til að setja hana. Já. Herri, svona Justin Tafa á móti Louis Sutherland. Herri, já, ég þekki ekki hennan Louis Sutherland, en þetta er einhver skoti. Já. Sem er að debúa. Hann var í PFL, sko. Já. Búinn að vera í LFA, Bellator, PFL. Já, bara, ég veit ekki. Þetta þekki hann ekki neitt, en nei, hann var ekki LFA, hann var í LFL, ég veit ekki eins og hvað það er, sko. En svo er hann með 1 sigur og 1 tap í PFL, 1 tap í Bellator. En, veist, ég veit ekki. Þessi gæði, sko, nöyt vaksin, sko, eftir að sjá tap-hóldsmyndir á hann. Þetta eru stærstu trappar sem ég sé á æfinni. Þessi gæði er svo út úr djúsaður. Það var ekki verið að testa hann í LFL. Nei. Herri, við þurfum eitthvað, sko, ég get ekki sagt þessi gæði, sko, ef ég myndi að horfa myndin á honum, oh my god, þetta er fucking gorilla, sko. Já, en ég ætla að segja, einhver gaur með, þú veist, 1-1 úr PFL með 1 tap í Bellator og debut í UFC, hann er alltaf að fara að tapa. Já. Á móti Justin Tafa sem bara, þú veist, reynsla. Hvað, á leiðinni 10. fætin sinna eitthvað í UFC. Þú veist, Justin Tafa? Já, hann er ekki... Já, jú, þetta var 10. Hann á leiðinni 11. fætin sinna eins og. Þannig að, já, ég segi Justin Tafa þarna, klárt mál, og hans að þekki hinga henn. Bara svona, þú veist, gaurar að koma úr PFL og debúa, þeir tapa alltaf. Já, þeir gera það mjög mikið, sko. En við erum að tala um, sko, The Vanilla Gorilla í Louis Sutherland. Já, það er ekki það. Það þarf að efast The Vanilla Gorilla. Já, þetta verður gaman að sjá hann. Hann er allan að stúdmassaður, hann má eiga það. Já, ég hallast eiginlega að Sutherland. Ég kom með svo mikið leið að Justin Tafa, mér finnst hann alltaf að vera að tapa. Hann ætti að heita Justin Tafa. Ég held að Louis Sutherland sé að fara að gasa á svona 30 sekundum. Það er enda... Af því líka bara, þú veist, hann er bara eitthvað knockout machine, þú veist, 7 TKOs in first round. Já. Þú veist, og það hann er bara í einhverjum low level deildum þar sem hann mæti bara eitthvað tjúsaðar á því. Já. Og róta gaur í fyrstu lótu, þú veist, hann er ekkert að fara að róta Justin Tafa í fyrstu lótu. Hann er bara að fara að reyna einhver svaka högg, gasa the fuck out og bara, þú veist, reyna. Og þú veist, hann er bara að fara að reyna einhver svaka högg, gasa the fuck out og bara, þú veist, reyna. Þannig að,
og svo vera bara kaffært í annar og þriðlótu. Ég held það, sko. Bara svona dæman út frá pappírnum, ég hef náttúrulega ekki séð hann gaur, sko. Nei, í PFL, það eiginlega, sko, ef hann fyrir decision, þá tapar hann. Hann með 1 decision, nei, hann aðeins tekið sig í gegn það síðar tíð. En hann byrja þeirra nefnilega bara því að gasa og tapa á decisions, ef hann klárar það ekki. En hann með svona í seinni tíð, eitthvað decision sigra. Þannig að kannski eitthvað til í því, en ég veit ekkert LFL. Nei, ég, já, þú veist, ég finn líkt af svona reality check þarna. Já. Þú veist, þú komin í UFC og það mæta bara fucking reynslu. Já. Og þú veist, það verður erfitt að alltaf róta hann í fyrst lótu eins og alla pulsunar sem hann búin að mæta í einhverju low level promotion, sko. Spurningum við á hvað það sé bara búin að kremja dósir allan tíma. Ég held það. Já, það getur bara vel verið. Líka svona gaurar, fattari, þú veist, hann lítur meir út eins og eitthvað vaxtrætt tröllheldur en fætir, sko. Já. Og þú veist, nú ertu bara komin að hæsta stig og þú veist, það verður að vera eitthvað meira en einhverju uppblásni vöðar, sko. Já, Justin Tafa er svona Justin Tafa, sko. Justin Tafa er flott. Justin Tafa er ekki junior Tafa. Justin Tafa er stóri Tafa. Justin Tafa er alveg segur, sko. Já, mér finnst einhvern veginn báðir Tafa-bræðir bara meh. Hann er klálega betri Tafa-bróðurinn. Jó. Herri, en ef við sko rennum aðeins yfir kartið, þá er sko Oban Elliot hérna. Já, nákvæmlega. Ég var til að setja hann á parlay. Já. Ég er ekki búin að skoða hann Jonathan já, berða það fram. Mikalev? Já. Það er ekki bara? Já, ég sann ekki það. Já. Sem er ekkert eðlilega ljótur í smettinu, sko. Nei, þetta er einhver 26 ára strákur sem er búið með 1 UFC fight. Já. Þess að hann kláraði Contender Series fightið sinni í fyrstu lótu, svo unanimous decision í debutinu sínu. Þannig að þetta er auðvitað einhver solid gæði, sko. Já. En Oban Elliot, þegar ég sá Oban Elliot fyrst getið, þá hugsaði ég þessi gæði hefur allt til brunns að bera til að vera champion. Já. Hann alltaf mætti hann að KO klikkaða kóruðumannum sem kom okkur gett óvart síðasta bardaga. Já. En þú veist, þangað til hann verið bara ógeðslega flottur í, þú veist, tók fyrstu 3 UFC fætina sína. Já, einn af þeim er þetta Val Woodburn, sko. Já, en samt bara, þú veist, hann er alveg búinn að sína bara geðveikt skemmtilega takta, sko. Já. Maður hugsa svona næsti Conor, hann er alltaf Wales, þannig maður svona, þú veist. Já, Wales Conor. Já. Mæti sko þessum Mikalev sem er búinn með 1 bardaga í UFC, en vinnur hann. Þannig að það geti verið ákveðin svona ávísun á sterkt mindset og gæði. En ég þarf alveg að sjá bardagan hans gegn Kevin Youssef áður en dæmum hvort að ég sé bara að slamma pening á það. En þetta er 50-50 bardaga, sko. Já. Þetta er 1.98 móti 1.98. Já, ok. Eða það er bil. Já, ég held að Oban Elliot hafi opnað sem aðeins meiri favorite og aðeins búið jafnast útgrænilega. 1.87 móti 1.98. Já. Ég er mikill Oban Elliot maður. Já. Þannig að ég skoðum anstæðinginn og tökum svo ákvörðum með þetta. Já. Áður en við setjum saman þetta parlay okkar. Já, the parlay. En hann segir svona eitt og annað skemmtilegt um það, hann Jamie Mularki. Já. Þetta er Rolando Bedoya. Það er fight, það er bara svona 50-50 fight, gæti verið skemmtilegu fight. Já. Ég hallast Jamie Mularki. Já, alltaf gaman að sjá Jamie Mularki í bardaga. Ná að hafa Störlingar, unga efnið á móti Rodolfo Bellato, eins og, já, og Luma á móti Alexia. Þetta er svona, það er eitt og annað hana. Já. Sem getur verið skemmtilegt. Það er mitt. Já, þetta verður bara skemmtilegt. Og þetta er líka, þú veist, þetta er ekki bara þetta er ekkert eitthvað Apex Fight Night, þetta er í Ástralíu. Já. Það eru nánast, þú veist, Ástralar í öllum fights nema einum. Það verður stemming, það verður orka í húsinu. Já, ég held að það verður mjög skemmtilegt. Gæti, þú veist, og yfirleitt það er svona kart sem er ekkert eitthvað það spennandi á pappírnum, en það er í einhverju svona home state þar sem maður eru, eða þú veist, Ástralíu í einhverju landi, þú veist, heimmennar að berjast, það verður alltaf eitthvað geggja úr svona kart. Já, ég samanlega. Herru, ég ætla bara að segja þetta gott, hórið í nefnu mínu er alveg að fara að leggja á borðið, ég þarf bara að snýta mér, en þá er bara betra að fara að segja þetta gott bara. Já, við ætlum ekki að vera með einhverja fréttir. Þú varst með einhverja Ronda Rousey frétt, var það ekki? Jú, já, hún er bara frekar ómerkilegt, sko, hún er bara aðeins að æfa. Já, en ég er satt með frétt sem við erum að ræða. Það er náttúrulega búið að handtaka sonans Rampage Jackson, Rasha Jackson. Þannig að það verður vonandi eitthvað, vonandi, já, einhver
Einhver refsing fyrir þetta? Já, þetta er glórulaust. Það er líka bara ótrúlegt hvað það hefur tekið langan tíma fyrir yfirvöld að handtaka Razzie Jackson. Nákvæmlega. En já, það er alveg galið sko. En mér minnir sko að Rampage Jackson hafi verið live á okkur streymi. Menn eru komnir í það að vera að streyma sko bara mjög lengi, kannski bara 24 tíma. Og hann fær fréttinur af þessu bara í beinni útsendingu, sem er hálf klikkað. Já, ég sá eitthvað vídeo bara það sem hefur verið að sína honum vídeo og hann er bara, fuck. Já, bara god damn. Það er svakalega, en við fylgjum þeirri sögu og sjáum hérna hvað verður. En þú veist, það eru hérna, það er búið að vera eitthvað að tala um þetta á Hvítahúskart. Já. Conor McGregor náttúrulega tilkynnti að hann ætla að mæta Michael Chandler loksins á Hvítahúskartinu. Ég fíla drauginn sem eru búin að draga upp á þessu karti, sko. Það er frekar töff. Við postum því á morgun inn á Emma-fréttir. En þú veist, Conor McGregor tilkynnti það. Getur Conor McGregor haldið sér edrú eða? Það er spurning. Svo sagði hérna Daniel Cormier, hann ávist að hafa sagt Dana White að hann vilji sjá John Jones berjast. Það var nokkuð, þú veist, Dana White var búin að segja eitthvað, hann treysti ekki John Jones og geti ekki byggt karti í kringum hann. En Daniel Cormier, ekki óinu John Jones, bara ákvaði eitthvað að tjá sig um þetta og sagði Dana White að hann vildi sjá John Jones þarna. Já. Og svo er Hamza Chimaev eitthvað búin að vera eitthvað svona hinta að því að berjast á kartinu sem er náttúrulega svolítið skrítið. Já. Svona það sem hann mátti ekki eins og barist í Bandaríkjunum og núna ætla hann bara að berjast í Hvítahúsinu. Það væri rosalega upp á svona pólitíkina, sko. Það væri hálf svakalegt. En Dana White segir að þessi allan að ætla að gera greatest fighting card of all time, sko. Sko, ég er alveg meira hallast af því, sko. Ég vil bara fá fanservice. Fá svona fanservice. Ég væri til að sjá Michael Chandler mútið Conor McGregor þó að það hafi ekkert að gera með dildina. Ég væri til að sjá bara, þú veist, Mighty Mouse snúið tilbaka og berjast eitthvað. Ég væri bara til að sjá bara eitthvað svona super fanservice. Mér er alveg sama dildina á þessu karti. Ég er bara til skemmtilega. Þetta er eitthvað sem er eitthvað bara, þú veist, það verður bara, hvað, 15.000 manns í einhverjum hringu þarna. Já, var ekki að tala um 5.000 manns, eða? 5.000 manns. Þess að það verður eitthvað lítið. Hafði þetta bara eins fokkin skemmtilegt þú getur. Fáðu Aaron Leo. Já. Aaron Leo móti John Jones, make sense? Nei. Er gaman að sjá það? Já, fuck já. Þannig að þú veist, bara eitthvað svona, ég er bara í einhverjum þannig hjá hans. Það er það sem ég vil sjá. Svo erum við leiðilega fréttir. Já. Rafael Fiziev meiddur og er out of UFC Rio main event, átt að mæta Charles Oliveira. Já. Þannig að hann er out, það var eitthvað að vera að orða BSD við að koma þarna í staðinn fyrir hann, en það er víst, svo sagði umboðsmaðurinn hans að það var ekki að fara að gerast. Þannig að Oliveira vantar anstæðing í þetta main event. Já. Spurning hvað verður úr þessu, sko. Já. Maður var spenntur að sjá Fiziev á móti Oliveira, sko. Já. Það var bara geggjað fætt, sko. Þú veist. Það erum að býja eitthvað því allan. Já. Hvað er Fiziev að slasa sig, maður? Já. Það er óþolandi. En ég er bara mikill Fiziev maður, sko. Já. Gaman að þessu. Herru, nú bara verð ég að segja þetta gott. Það er ekki mikið meira frá mér í bíli allan. Nei, gott að heyra. Herru, ég ætla að þakka öllum fyrir að hlusta. Við verðum með betri og smekk fulla dagskrá í næsta viku. Já, maður. Þegar allir eru fullir heilsu. Já, heitum upp fyrir boxið og gerum þetta upp. Já, 3. síðasta nefnilegkvöldi. Ég er ekkert eðlilega spenntur. Herru, takk allir fyrir að hlusta. Við sjáumst aftur að viku liðni og að sjálfsögðu í HFH á 3. haustbikarmótsins. Þannig að bara þangað til þá. Takk fyrir.